Komið þið sæl. Fyrir framan okkur erum við með endatafl sem að gott er að þekkja. Hér er hvítur með biskup og peð gegn kongi andstæðingsins og þetta lítur býsna vel út fyrir hvítan. En málið er að staðan er jafntefli. Ástæðan fyrir því er að peð hvíts er kantpeð sem er ekkert sérstaklega verðmætt frípeð í endatöflum. Eins og við þekkjum þá er frekar auðvelt að halda jafntefli á móti kantpeði með kóng á móti kóng og peði, komist kóngurinn út í horn, en að því að hvítur hefur biskup hér sem er á hvítum reit og hvítapeðið endar á svörtum reit, þá er staðan jafntefli vegna þess að biskupinn nýtist hvítum í rauninu verið voða lítið. Við sjáum að svartur heldur jafntefli núna eftir kongur G7 og kongur G5 og kongur H8. Svartur kóngurinn komur út í horn og reynir hvítur að bruna með peðið sitt að stað, til dæmis svona. Þá stillir svartur sig bara upp út í horni og hvítur kemst ekkert áfram því að svartur er alltaf patt ef að biskupinn reynir að hjálpa til, og ef að hvítur reynir að skáka hérna þá fyrir svartur kóngurinn aftur út í horn og hvítur má ekkert gera, þá er svartur patt, og reynir hvítur að leika peðinu áfram þá er bara svartur patt eins og áður með kóngurinn út í horni. Þetta er bara jafntefli, komist kóngurinn út í horn. Ef að biskupinn væri hins vegar á svörtum reit í stæðan fyrir hvítan reit, þá getur hvíti biskupinn farið á D4 reitin, skákað og rekið kónginn úr horninu og hvítur vinnur þá stöðu frekar þægilega. Kíkjum á eitt dæmi þetta og hér erum við með hálfgerða skákþraut fyrir framan okkur og verkefni svarts er að halda jafntefli. Hann er tveimur peðum undir og vörnin virðist vera erfið, en svartur getur tryggt sér jafntefli strax ef hann þekkir það sem við vorum að tala að endatöfl með kantpeð sem endar á svörtum reit og hvítur þetta biskup eru jafntefli. Þá getur svartur leikið núna biskup H3 fórnað biskupinu sínu. Hvítur drepur biskupinn, þá leikur svartur kongur G7 og hér græðir hvítur ekkert á því að vera með tvö kantpeð. Það breytir engu, hann geti haft fullt af kantpeðum hvítur þetta biskup og það er alltaf jafntefli komið svartur kóngurinn út í horn. Eftir biskup H3 geti hvítur þess vegna reynt kóngur F2 í staðinn fyrir að drepa biskupinn, en þá getur svartur bara tekið peðið á G2 og við erum komið sömu stöðu og vorum að skoða áðan sem er jafntefli. Við skulum enda á því að líta á dæmi úr tældri skák og hér erum við með stöðu þar sem að svartur á leik, hvítur er tilbúinn að hirða svörtu peðan á kóngsvagnum, hvítur hefur auk þess frípeð á D-línunni og þetta kantpeð sem vorum að skoða áðan, þannig ef hvítur nær báðum peðunum þá á hann ágætis vinningsmöguleika. Það sem að svartur gerði hér var bara einfaldlega að drepa peðið á D3 og bauð leið í jafntefli, og þegar hvítur fór að velta hlutunum fyrir sér þá tók hann jafnteflinu. Það sem hann sá fyrir sér ef hann dræpi biskupinn og tæki síðan peðin á svörtum í framhaldinu, þá myndi hann enda með kantpeð sem endar á svörtum hornreit sem er andstæður við biskupinn sem er á hvítum reit. Það sem að keppendurnir áttuðu sig ekki á var að hvítastaðan er unnin þrátt fyrir þetta, og það sem að hvítur græðir á í þessari stöðu er að svartur er ennþá með peðin á borðinu. Það er ótrúlegt, en það er betra fyrir hvítan að hafa svörtu peðin inn á borðinu heldur en utan borðsins, og í þessari stöðu ætti hvítur ekki að drepa peðin heldur að reyna að bæta stöðu kóngsins og biskupsins og reyna að loka svarta kónginn af, koma hann í hálfgerða pattstöðu, þannig að svartur neyðist til þess að hreyfa G-peðið sitt á G3, því þar með getur hvítur flutt H-peðið sitt yfir á G-línuna og ef hann kemur peðinu þangað, þá er endataflið unnið. Þannig að besta framhaldið fyrir hvítan væri í þessari stöðu biskup F5 ásakið, kongur F6 og kongur F4. Svarti kóngurinn verður að vera í námunda við H8 reitin, fara hann langt í burtu, þá getur hvítur lokað hann af með kóngunum sínum og tekið síðan peðin og brunað að stað með H-peðið, þannig að svartur verður að leika kongur G7. Eftir kongur G5 og kongur H8 kemur kongur F6 og svarti kóngurinn er að lenda í pattstöðu hér. Sjáum eftir kongur H6 kemur biskup G6 og kóngurinn er fastur, og leiki svartur kongur H8 getur hvítur leikið kongur G6 og þá þarf svartur að leika G-peðinu, hvítur getur drepið og svo getur hvítur stoppað H-peðið og vinnur auðveldlega með peðinu sínu. En eftir biskup F7, kongur H6 og
og biskup G6 er svartur í leikþröng eins og vorum að tala verður að leika G-piðinu. Nú getur hvítur drepið og eftir H2 getur hvítur stoppað piðið ef hann vill með biskup E4 en hann getur líka mátað í tveimur leikjum sem er kannski ennþá skemmtilegra með að leika G4, H1 drottning og G5 mát. Þarna misti hvítur af skemmtilegri vinningsleið sem að byggist á þessum ótrúlega hluta að það er betra fyrir hvítin að hafa piðin inn á borðinu til þess að geta komið svartum í leikþröng heldur en að drepa þau. Takk fyrir þetta.